Ég ætlaði nú að hafa inngang að þessu þarna svona til þess að gera aðeins grein fyrir sjálfum mér í sambandi við þessi störf, kynningarstörf. Ég Rotary maður í Rotary klúbbi Breiðholts og hef verið þar í næstum 40 ár, var meðal stofnenda klúbbsins og hefur komið að ýmsum útgáfu og kynningamálum fyrir klúbbinn í gegnum tíðina. Það hefur verið gefin út blöð og það hefur verið heimasíða í gangi á vegum klúbbsins sem ég kom að og ritstýrði og setti myndir og text á og sérstök tímarit sem voru gefin út til kynninga líka. Nú, þessu starfi hefur verið haldið áfram í nokkru mæli en það hafa orðið gríðarlega breytingar í tæknina á þessu sviði eins og annars staðar. Nú, það alltaf ánægju efni og viss áfangi fyrir útgefendur og áskrifendur þegar útkemur nýtt tölublað af Rotary Norden. Fyrsta tölublað þessa árs var tilbúið frá prentsmiðjunni á föstudaginn og var þá jafnframt aðgengilegt samstundis fyrir áskrifendur sem fá það í rafrænu formi. Þeim fjölgar stöðugt sem fá blaðið í heimatölvuna, spjaldtölvuna eða farsímann. Á forsíðu þessa nýja tölublaðs mynd frá afmælishátíð Rotary klúbbs Kaupmannahafnar sem varð 100 ára fyrir skömmu. Á myndinni eru heiðursgestirnir, Benedikte prinsessa og heimsforseti Rotary ásamt fulltrúum klúbbsins. Að þessu tilefni er vert að minnast þess að Rotary klúbbur Kaupmannahafnar vann að því að stoppsetja Rotary klúbb Reykjavíkur sem tók til starfa 1934. Það mun hafa verið Friðrik krónprins Íslands og Danmerkur sem vakti athygli á því á norrænu Rotary þingi upp úr 1930 að á Íslandi væri engin Rotary klúbbur. Og Friðrik sem síðar var Friðrik 9. Danakonungur, faðir Margrétar Þórhildar núverandi drottningar, þekkti vel til á Íslandi og átti hér marga vini. Hann hvatti til þess að Rotary klúbbur Kaupmannahafnar beitti sér í málinu og aðstoðaði Íslendinga við að stofna Rotary. Fulltrúar Kaupmannahafnar klúbbsins sigldu hingað til lands og unnu að framgangi málsins í Reykjavík og víðar landið. Þar sem Ísland var enn hluti af danska konungsríkinu voru fyrstu Rotary klúbbarnir á Íslandi í danska Rotary umdæminu. Félagsblað Rotary manna í Danmörku hét Rotary Danmark. Það þótti rétt að íslenski Rotary menn yrðu áskrifendur að því. Blaðið var til marks þá viðleitni alþjóðahreyfingar Rotary að fræða félagsmenn sína gildi starfsins og hugsjóna. Var það gert með útgáfu tímarita á ýmsum tungumálum víða land. Dönsku kunnátta meðal íslenskra Rotary manna var með ágætum og voru framámenn í þjóðlífinu sem gengu í Rotary vel læsir og talandi á danska tungu. Nokkuð var skrif Ísland í Rotary Danmark, meðal annars sagt frá stofnun Rotary klúbbs Reykjavíkur og birta landkynningagreinar enda þekking manna og ytra og málefnum Íslands af skornum skammti. Þegar líða tók á 4. áratug síðustu aldar voru blikur á lofti í Evrópu. Það þótti tímabært að efla samstöðu Norðurlandanna í ljósi þeirrar óheilla þróunar. Norrænir Rotarymenn vildu snúa bökum saman og til marks það var ákvörðun að sameinast útgáfu tímarits handa öllum Rotary-félögum á Norðurlöndunum. Rotary Norden sá dagsins ljós árið 1936. Norrænt bræðralag innan Rotary styrktist fyrir tilstuðlan þess. Rotary klúbbarnir á Íslandi fengu blaðið handa sínum félagsmönnum og breiddin í umfjöllun blaðsins var meiri en verið hafði í Rotary Danmark. Rotarymenn á Norðurlöndum efldu kynnin sín í milli með fréttum og greinaskrifum á margvíslegum grunni. Rotary umdæmið var stofnað árið 1946. Aðdragandi málsins var langur og flókin. Samskiptin við Danmörku höfðu að langmestu leyti rofnað á styrjaldarárunum en Ísland var enn í danska Rotary umdæminu. Samskipti Íslands við Bandaríkin fóru vaxandi og hefur það vafalaust flýtt fyrir undirbúningi að sjálfstæðu sér íslensku umdæmi. Stofnun þess fór þó fram í fullri sátt við frændur okkar Dani
sem studdu aðskilnaðinn þegar kom að ákvörðunartöku í málinu. Eftir stofnun íslenska Rotary-umdæmisins var Rotary Norden áfram félagsrit íslenskra Rotary-manna. Rotary International setti reglur skyldu áskrift allra klúbbfélaga að tímariti sem gefið væri út í nafni Rotary. Í Bandaríkjunum kom út tímaritið Rotarian og þjónaði fyrst og fremst félagsmönnum í Bandaríkjunum og Kanada. Efnistök öll báru því vitni. Utan Norður-Ameríku áttu menn kost á því að fá Rotary skyldu áskrift, en langflestir völdu Rotary tímarit í sínu eigin landi á sinni eigin tungu. Sums staðar nær útbreiðslusvæði til fleiri landa eins og reyndin með Rotary Norden. Raddir voru upp að aflétta skyldu áskriftinni fyrir nokkrum árum, en tillaga þarum náði ekki fram að ganga. Rotary-hreyfingin lítur svo á að allir meðlimir Rotary-klúbba skuli fá viðurkennt félagsblað Rotary. Framan af voru greinar starfið á Íslandi, fátíðar í Rotary Norden. Það gerðist þó að fulltrúar þess mættu á umdæmisþingum hér á landi til að segja frá þeim í blaðinu. Síðar voru íslenski Rotary-félagar fengnir til að leggja blaðinu til efni og ritstjóri tilnefndur til setu í 5 manna ritstjórn blaðsins, einn frá hverju Norðurlandara. Með árunum jókst hlutdeild Íslands úr 1 síðu í 5 í hverju tölublaði. Sérstök útgáfustjórn tekur ákvarðanir rekstrarleg málefni. Tryggvi Pálsson, fyrrverandi umdæmisstjóri, fulltrúi Íslands þar. Tímarit sem gefin eru út undir merki Rotary verða að fara að reglum sem alþjóðastjórnin setur og fá samning útgáfuheimild til nokkurra ára í senn. Kynningadeild Rotary í aðalstöðunum í Evanston í Illinois ríki í Bandaríkjunum útbýr afmarkað efni, texta og myndir til birtingar í blöðunum og skyldu birting á sumum. Annars hafa ritstjórar Rotary Norden algjörlega frjálsar hendur efnisval. Gífurleg breyting hefur orðið á undirbúningsvinnu og útgáfu Rotary Norden á allra síðustu árum. Þegar ég byrjaði sem ritstjóri voru ljósmyndir á pappír sendar í pósti til hönnuðarblaðsins í Danmörku og hönnuðurinn sendi síðan upplímdar síður til prentsmiðjunar í Finnlandi. Textinn fór í tölvupósti, nú annast ritstjórinn sjálfur uppsetningu á eigin greinum og myndum á síðum blaðsins stafrænt í tölvunni sinni. Við notum InDesign forritið og efnið vistað í tölvuþjóni í Hollandi. Við sitjum fyrir framan tölvurnar heima og getum séð allt efni blaðsins og fylgst með þróun hvers heftis stig af stigi og sett inn eigið efni. Á útgáfudegi annan hvern mánuð koma skilaboð aðgang að blaðinu í tölvum, spjaldtölvum og farsímum. Prentað blað berst í pósti til þeirra sem enn vilja fá blaðið bréfalúguna. Kannanir hafa leitt í ljós að þeim fjölgar meðal íslenskra Rotary-félaga sem segjast ekki lesa önnur Norðurlandamál sér til gagns. Hluti af efni frá Finnlandi birtist á sænsku en annað á finnsku. Eðlilega spurt hvort ekki sé hægt að hafa efni á íslensku í blaðinu. Svo var í eina tíð, en þá fundu aðrir að því að þarna væri einhver aðskotahlutur kominn sem hinir stærri samstarfsaðilar botnuðu ekkert í. Þess vegna hefur íslenska efnið verið skrifað á dönsku. Norræn samvinna mikilvæg í ljósi þróunar alþjóðamála. Rotary-hreyfingin á Íslandi á marghátað samstarf við Rotary á hinum Norðurlöndunum með gagnkvæmum heimsóknum milli umdæma eða einstakra klúbba. Sameiginleg verkefni að mannúðarmálum hafa orðið tíðari á síðari árum. Þessi norrænu vináttubönd eru eðlilegur grundvöllur fyrir útgáfu sameiginlegs tímarits á borði Rotary Norden. En spurningin tungumálin og þar með aukinn hlut íslenskunnar ofarlega á baugi þessar myndir hjá útgáfustjórninni
og nýjar hugmyndir ræddar Rotary Norden framtíðarinnar. Rotary-hreyfingin stundar öfluga upplýsingamiðlun og fræðslu til að hvetja félagsmenn sína til dáða. Tímaritið Rotary Norden málgagn hreyfingarinnar á Norðurlöndunum. Það hóf göngu sína 1936 og kemur út 6 sinnum á ári. Rotary-hreyfingin gefur út meira en 30 svæðisbundin tímarit á ýmsum tungumálum og einnig mánaðaritið Rotarian á ensku. Þar að auki birtir vefurinn my.rotary.org upplýsingaefni handa Rotary-félögum heim allan. Rúmlega 50.000 Rotary-félagar á Norðurlöndunum fá Rotary Norden sem félagsblað í skyldu áskrift. Það 68 síður í hvert sinn. Blaðið gefið út prentað og í rafrænni útgáfu. 65% íslenskra Rotary-félaga fær blaðið rafrænt. Það flytur meðal annars þemaefni mál sem varð okkur öll. Störf Landsbjargar voru nýlega til umfjöllunar. Í blaðhlutanum Rotariana birtast greinar á ensku eftir forystumenn Rotary-hreyfingarinnar. Þar einnig greint frá störfum hreyfingarinnar á Norðurlöndunum og helstu baráttumálum Rotary á alþjóðavettvangi. Fluttar eru almennar fréttir og framfara umræður í aðsendum greinum Rotary-félaga. Á landsíðum blaðsins hefur Rotary á Íslandi 4 síður fyrir fréttir frá umdæminu og úr starfi klúbbanna. Í rafrænu útgáfunni mögulegt að smella á hlekki til að komast inn á heimasíðu íslenska umdæmisins rotary.is. Þar birtast blaðaukar með textum á íslensku og úrvali mynda sem ekki komast allar í prentuðu útgáfuna. Íslandssíðurnar vekja athygli á starfi okkar klúbba. Á síðum hinna landanna fróðleikur og hugmyndir sem geta nýst í starfi hér. Vefurinn rotary.is tengiliður við Rotary Norden en einnig sjálfstæður miðill og giskað fjölbreyttur. Efni af rotary.is birtist einnig á Facebook síðu umdæmisins með öðrum fréttum og tilkynningum. Fréttaskot og myndir sem birtast á Facebook geta vakið áhuga á Rotary hjá almenningi út í samfélaginu. Sú umfjöllun kann að stuðla að fjölgun félaga. Því ágætt ráð að deila Rotary fréttum með vinum á Facebook. Rotary Norden fáanlegt fyrir snjallsíma og spjaldtölvur. Appið fæst ókeypis í App Store eða Google Play, leitarorð Rotary Norden. Á hverjum útgáfudegi Rotary Norden send út tilkynning í símana nýtt blað. Þar hægt að velja greinar og lesa efnið á stóru letri. Tengingar við vefsíðuna rotary.is auka fjölbreytni en umfjöllun byggist auðvitað á því að klúbbarnir séu virkir í starfi og sendi efni til birtingar í Rotary Norden og á rotary.is á þetta netfang ritstjórablaðsins hér á landi.